Velkomin á samkomu. Það er gott að vera í húsi Guðs í dag og alla daga. Ég skal segja ykkur það. Við erum hérna 3 á palli og svo erum við með heila hljómsveit á baku okkur hérna í tölvunni. Það er rosa gott. Þegar eru ekki fleiri en við, þá er fínt að eiga tölvu til að ít og play. En allavega, við ætlum að lofa Guði í dag að heyra amen. Við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag því að hann er verðugur alla daga. Við ætlum að byrja á því að syngja Great Things. Takk Jesus, ég lofa þig í dag. Og tilbiðjum hann alveg, konung sem sigurinn vann, mikið er verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið er verk hans, mikið er verk hans. Frá himni þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í leggi og böl og bur. Mikið er verðið, við dönsum í frelsi svo fagnandi kál og Jesus þitt nafni því upphafið hátt og Guð. Mikið er verðið. Amen. Hann afmáði skuldabréfið sem að þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að nagla það á krossinu. Þegar hann dó á krossinum fyrir mig og þig, þá nefndi hann allt sem að við höfum gert á það tré. Halleluja. Hann kom í þennan heim til þess að frelsa þig og til að frelsa mig og það er það sem við erum að lifa í dag. Við lifum í honum því að hann er bjargvættur okkar á allan hátt. Halleluja. Þetta er svo gott að eiga frelsara, að eiga lausnara, að eiga drottinn sem að maður getur treyst á. Halleluja. Takk Jesus fyrir trúfestina. Og rí, trúr og sannur alla tíð, mikið er verk þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð er já og amen. Mikið er verk þitt, mikið er verk þitt. Og hetjan frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í leggi og böl og bur. Mikið er verk þitt, við dönsum í frelsi svo fagnandi kál og Jesus þitt nafni því upphafið hátt og Guð. Mikið er verk þitt. Takk Jesus. Halleluja Guð, her ofar öllu. Halleluja Guð, ei breytast myndu. Halleluja þú, allt gjörir vel. Heilagur ertu drottinn Jesus. Halleluja Guð, her ofar öllu. Halleluja Guð, ei breytast myndu. Halleluja þú, allt gjörir vel, allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í leggi og böl og bur. Mikið er verk þitt, við dönsum í
náðin og miskunn, halleluja. Fyrir trúfastin og drottin Jesús, ég lofa þér það. Við tygnum þig, drottin vor og frelsari, við þökkum þig fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð, drottin. Og ég þakka þig fyrir að fá tækifæri á að lyfta þér upp hér í dag, drottin. Ég þakka þig fyrir að þegar við erum ekkert, þá ert þú allt, drottin Jesús. Ég kem fram fyrir þig í dag, drottin, og ég bið þig, drottin, að taka lofgjörð mína og gera hana þinni lofgjörð, drottin. Heilaga drottin, ég elska þig. Takk, Jesús. Helgist þetta. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of his spirit, washed in his blood. And what he did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Við lofum þig, drottinn. Við gefum þér dýrðin í dag, drottinn. Takk, Jesús. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I saw the Lord and he heard and he answered.
answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Oh, You're my Savior. You will never fail me. You will never fail me. I trust You. I trust You, Lord. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. Syngja saman. Who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Þegar við leitum hans, þá kemur hann, halleluja. Þegar við leitum hans, þá kemur hann. Það er svo magnað. When I saw the Lord. Halleluja. Lykillinn er að leita Guðs. Lykillinn er að leita Guðs. Þess vegna treysti ég á hann. Af því að þegar ég leita Guðs, þá mætir hann. Þess vegna treysti ég á hann. Að þegar ég leita hans, þá mætir hann mér. Þegar ég leita hans, þá svarar hann. Það er ekkert alltaf svarið sem að ég vil, en það er svarið sem ég þarf. Og það er svarið sem að ég þarf á að halda. Og hann veit það. Takk, Jesús. Heilagur Jesús. Takk, Jesús. Svolítið þreytt í röddinni, það með vera dugleg og syngja með mér. Við eigum öll að þekkja þetta lag og þetta er magnaður texti í þessu lagi. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause
'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Where starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every head. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Tack Jesus. 'Cause I know there is peace within your presence. Jesus nafni þitt er yfirdráttað. Heilagur ertu Jesus. Nafnið þitt Jesus er yfirdráttað. Helgist þitt nafndráttað. Þú ert verðugur Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the
Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Halleluja. Þitt er nafni drottin, halleluja, takk Jesús. Helgist þitt nafn drottin Jesús. Helgist þitt nafn. Heyrðu þig, veraldin ögn eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þig, ég vil vera nærri þig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þig, ég vil vera nærri þig. Heyrðu þig, veraldin öll eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Nú í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Vil vera nærri þig, ég vil vera nærri þig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þig, ég vil vera nærri þig. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Sí, halleluja, kom þú
Syngjum heilagur, 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 heilagur ertu, heilagur ertu, Við höfum verið að tilbiðja Drottinn saman og það yndislegt. Og við höldum áfram að tilbiðja Drottinn og samskot ekki hlé á lofgjörð. Það bara áframhaldandi lofgjörð að í aðeins öðruvísi formi. Og við erum bara að læra að fylgja Kristi í öllu lífinu, líka í því sem Guð hefur lagt okkur í hendur. Og munið í morgun í hugleiðslulestrinum sem þegar við erum að lesa saman Biblíuna, þá vorum við minnt á þetta, verið eftirbreytendur mínir, eins og ég eftirbreytandi Krists. Og þegar við fylgjum Páli til dæmis í gegnum Kórinthubréfin, þá sjáum við að hann skrifar heilu kaflana til þess að kenna þeim að gefa, vera örlátir og að því hann að sýna þeim, það ekki með þrýstingi, þetta ekkert annað en heldur en ávöxtur náðarinnar. Náðin, hún stoppar ekki hjá okkur, hún vekur örlæti og fær að flæða í gegnum okkur. Þannig að þegar við tölum gjöf, þá erum við ekki að eins og ég sagði, að taka hlé frá tilbeiðslunni. Við erum eins og ég sagði í upphafi, að læra hvað það þýðir að fylgja Kristi með öllu lífinu. Og í morgun þá var ég að skoða þetta með orðskviðina 16, af því að það 16. ágúst í dag. Og það voru 3 vers sem að gripu mig sérstaklega. Og fyrsta segir, betra að vera lítillátur með auðmjúkum en að skipta herfangi með dramblátum. Mér finnst merkilegt að drambláti, það segir ekki að þeir hafa ekki neitt. Þeir hafa herfang. Þeir hafa fengið eitthvað. Þeir hafa árangur sem þeir geta svona bent á. Útkoman getur jafnvel lítið út eins og sönnu þess að þeir hafi rétt fyrir sér. En dramblæti, það þegar maður verður upptekinn af eigin mikilvægi, því sem maður á eða hefur afrekað og telur sig vita. Og maður fer að setja sjálfan sig yfir aðra. Dramblæti meira en bara svona mont. Það hjarta sem hefur gert sjálft sig að mælistikunni. En viskan segir samt, betra Betra eiga minna og ganga í auðmýkt, en eiga hlut í herfanginu með hjarta sem komið á rangan stað. Þetta mikilvægur lærdómur.
Því við getum auðvitað farið að mæla hvað sé rétt út frá hvað virkar. Hvað skilaði árangri, hvar fekk ég meira, hvar kom herfangið. En svo kemur vers 25. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þá á helslóðum. Ég hugsaði hvort þetta vers eigi við ESB, ég veit ekki. En takið eftir orðum, það virðist. Það virðist og það er vandamálið. Það er ekki allar rangar leiðir sem líta rangt út í byrjun. Ég held ég sé alveg með þetta. Sumar eru greiðfærar, sumar virka, sumar skila jafnvel herfangi. Og þess vegna þurfum við eitthvað annað en útkomuna til að mæla veginn sem við erum að ganga á. Og nákvæmlega á milli þessara tveggja versa stendur þetta vers. Sá sem gefur gætur að orðinu, hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Þarna er akkerið. Ekki hvað virkar, ekki hvar fæ ég mest, heldur hvað segir orðið. Og treysti ég drottni. Þetta tala mjög sterkt inn í hvernig við hugsum örlæti, peninga og gjöf. Heimurinn kennir okkur auðveldlega að spyrja hvernig fæ ég meira og jafnvel kristin kennsla getur farið út á sporinu þegar gjöf verður að aðferð til þess að fá meira tilbaka. Gefðu þetta og fáðu hitt. En þá erum við aftur farin að horfa á herfangið. Viskan, hún spyr allt annara spurninga. Hvernig verð ég trúr með það sem Guð hefur treyst mér fyrir? Það er það sem viskan segir. Það er allt önnur hjarta afstaða. Auðmugt hjarta þarf ekkert að eiga mest. Það getur einfaldlega sagt, Drottinn, ég gætur á orðið þínu, ég vil ganga þinn veg og ég treysti þér með útkomuna. Svo þegar við gefum núna, þá gefum við ekki til að fá meira herfang. Við erum ekki að kaupa okkur niðurstöðu frá Guði. Við gefum vegna þess að náð Krists vekur örlæti í okkur. Þannig fylgjum við honum, tökum þátt í lífinu í líkama hans og látum það sem Guð hefur lagt í okkar hendur verða öðrum til blessunar. Og því lærum við líka að treysta honum með útkomuna. Ég þarf ekki að reyna að stjórna. Þegar sérhver leið sem skilar herfangi er ekki endilega leið viskunar. Við mælum ekki veginn eftir því hvað hann gefur okkur, heldur eftir orðinu sem leiður okkur. Faðir, við bara þökkum fyrir að fá að læra og nema úr orðið þínu, hvernig við eigum að fylgja sem lærisveinar þínir, með krossin í bakið og eftirvæntingu komu þinnar framundan. Drótt að þar lifum við sem lærisveinar. Dróttinn, ég bið að blessa einn og sérhvert sem gefur hér í dag, með þessi vika vera vika nýrra tækifæra, vera vika þar sem við hristum á okkur hræðsluna og slenið og erum djörf að tala þig, Jesús. Í Jesú nafni, amen. Rísum á fætur og lofum hann áfram. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able,
okkur og eftir okkur, Drottinn Jesús. Náð þín kemur á móti okkur, Drottinn Jesús, fyrir og eftir okkur. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light them fire that once burned bright and clean. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. I wanna take your word and shine it all around. But first help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Takk, Jesús, halleluja. Ég þakka þér fyrir að þú kveikir eld í hjörtum okkar í dag, Drottinn. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. Oh Lord, you're beautiful. Syngja saman. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Heila Drottinn Jesús. Eina sem ég þarf er þú í dag, Drottinn. Gefðu okkur meira þér í dag, Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn. Heilagur Jesús. Takk, Jesús. Amen. Og allur líðurinn sagði, dýrsi þér Jesus. I'm going to speak in English because we're going to have translation after just a few seconds. God is good. God is good. How many here have been relying on God to wait upon the Lord this week? Let me see your hands. That's amazing. Amen. Hallelujah. I just believe it that we're walking into something amazing this winter. So we're getting kind of like jump start to the winter. And I believe we're going to see extraordinary things in this church. I really do believe that. So the Icelandic version, it says, in English it says, those who wait upon the Lord will renew their strength. In Icelandic version it says, those who hope in the Lord. And I actually think it's more accurate. But
the most accurate is those who are entwined with the Lord. And I'm telling you, for the days that are coming, we need to be entwined with the Lord. We need to be one with the Lord. Not just when the good old days come and it's easy for you to praise God. Everybody can praise God up on the mountaintop. But you know what? There's a true character in praising God in the valley. There's something that he forms in us when we praise him in the valley. And I want this church so much to be a worshiping church. People that worship day and night, night and day. We give glory to him no matter what. Can I hear an amen? Amen. What a beautiful sound. I'm going to ask my son to say a few words. And then we're going to get Callum to preach the word of God here today. So Gunnar Hilmar is going to interpret. I'm going to speak very slow. Heyrið, eins og þið kannski vitið, þá erum við biblíuleg kirkja. Þannig að við fyrir bara beint í Guðs orð. Like you know, probably know that we're a Bible church, so we go directly into the Word of God. Og það svo mikil blessun að vera biblíuleg kirkja heldur en að vera tilfinnileg kirkja. It's such a blessing to be a Bible church than just an emotional church. Og við sjáum það bara tölfræðilega úti í heimi að það eru biblíulega kirkjur sem að fá mestu blessanir frá Guði. We can see it clearly in the statistics that there are much more people that seek Bible churches than other kinds. Og ég sé það líka mikið af nýju fólki, það gleður mig kannski vakning, hver veit. I see many new people, maybe we're having a revival, who knows? En mig langar að tala bara fagnaðarerindi á nokkrum mínútum. I just want to talk about the gospel in few minutes. Mig langar að fara í Jónasarguðspjall 10:28. In John 10:28. Og þetta eru bæði stór fyrirheiti og líka lofur frá Jesú. These are big promises from Jesus. Hann segir hérna, ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hand. Og þá bara spurningin, að því að það svo mikilvægt fyrir okkur þegar við erum á göngun okkar með Guði, það að vita eitthvað guðfræðilega. It's so important for us on our walk with God that we know this theologically. Ok, hvað Jesús að segja okkur? What is Jesus telling us? Jesús að segja, ég gef þeim eilíft líf. He's saying, I give them eternal life. En það sem að greip augum mínum daginn var, hvenær byrjar þetta eilífa líf? What caught my eye the other day was, when does this eternal life start? Það svo margir svona kristnir sem svolítið svona, ferkantaðir. Some Christians are a bit square. Það svona, eilífa lífið byrjar bara þegar ég dey og komin inn í himini. Þá byrjar eilífa lífið. They think that eternal life starts when you die and you enter heaven. En það bara ekki það sem Jesús að segja okkur. But that's not what Jesus is saying. Nei, ég gef þeim eilíft líf og þeir munu aldrei eilífu glatast. I give them eternal life and they shall never perish. Þannig að það ekki verið að segja eilífa líf byrjar þegar þú deyrð. So he's not saying that eternal life starts when you die. Nei, það byrjar núna. It starts right now. Það byrjar þegar þú meðtökur fagnaðarerindi. When you receive the gospel. Og svo kemur hann líka með stórt fyrirheiti sem hérna, ég held í hendina þeirra. Then there's a big promise here. I hold their hand. Og þá spurningin, getur Jesús sleppt okkur hendinni? Can Jesus let go of our hand? Nei, að því hann gefur okkur fyrirheiti á undan, ég gef þeim eilíft líf. Because he's already given the promise beforehand that he gives us eternal life. Nei, þá getur hann ekki sleppt þér hendinni. Then he can't let go of your hand. Ef hann gat farið í gennum dauðan og risið upp á þriðja degi, þá ekkert sem getur aðskilti frá honum. If he went through death and rose up, then there's nothing that can separate you from him. Og mér langar þá bara að fara þessi í Efesus 2:8. Ephesians 2:8.
Af því að þetta bara boðskapur okkar trúar, sem sagt. This is the declaration of our faith. Og hlusta á þetta, því að náð eru þér hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf. Ekki böðaverkum og enginn skal geta mikla sig af því. Og vers 10, við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við myndum leggja stund á þau. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Af náð það þýðir Guð er búinn að gefa þér eitthvað sem þú getur ekki greitt tilbaka. By grace, it means God has given you something that you cannot repay. Þú getur ekki greitt tilbaka það sem Jesú gerði á krossinum. You cannot pay for what Jesus did on the cross. Þú getur reynt það. You can try. Þú getur reynt að halda allt lögmálið. You can try to keep all the commandments. Gangið vel. Good luck with that. Ég get það ekki. I know that I can't, Og ég veit að þú getur það ekki heldur. and I know you can't either. Af því að það segir að þú brýtur eitt bókstaf, þú ert búinn að brjóta allt lögmálið. Because the word says if you break one, then you've broken all of them. Þannig að það er bara eitt sem stendur upp úr. Það er bara að trúa og meðtaka. It's the only thing we have left is to believe and receive. Og eitt af það sem er mjög mikilvægt við þennan boðskap sem Páll er að koma með, What's very important with this message that Paul is bringing to us, að þetta er ekki eitthvað sem að við að monta okkur af. it's not something we can boast about. Við horfum aðeins á staðreyndir, það voru við sem að létum Jesú Kristi eiga fyrir okkur. We look at the facts, it was humankind that basically nailed Jesus on the cross. Það voru okkar syndir sem komið niður á honum. It was our sins that came down on him. En sökum þess hvað Guð elskaði okkur mikið, þá bara sett hann son sinn á krossin fyrir okkur. But because God loves us so much, he gave us his only begotten son on the cross. En líka í versi 10 þá segir að við erum ekki bara sköpuð, þar að segja að náðin er komin og við erum bara, eigum ekki að gera neitt bara, við erum bara hólpin og við erum ekki að gera neitt, sko. Það er ekki bara að segja það. It's not saying that we're just saved and we're not to do anything. Nei, það segir að við erum sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka. It says we are created in Christ Jesus unto good works. Það þýðir, Jesús sýndi hvað er að gera góðverk. Jesus showed us what it is to do a good work. Þannig að þegar ég fer út eftir, þá ger ég það sama. So when I go out from here, I do the same. Ekki til að neyða Guð að elska mig. And not to force God to love me. Nei, ég fer út, gerir góðverka því ég veit að ég þegar elskar að Guði. I go out and do a good work because I know that I'm loved. Og í þokkabót að fara út að gera góðverk, þá er ég að reyna að sýna fólki að sér Jesú í mér. I'm trying to show people when I go out that Jesus lives in me. Að því að ég er skapaður í honum. Because I'm created in him. Þannig að ég er búinn bara alltaf lengi. Herri, þakka þér Drottinn minn, af náð eru við hólpin orðin. Thank you that we are saved by grace. Það var bara fyrir þína miklu náð og mikla kærleik að þú fórst á krossin fyrir okkur, It Jesús. was only by your grace and your great love that you went on the cross for us. Og eins og segir í Efesus 2:7, þú sýndir okkur ómælanlega náð og ómælilega kærleika, Drottinn minn. Like it says in Ephesians 2:7, you showed us abounding grace and abounding love. Og við getum ekki greitt tilbaka, við getum bara meðtekið. We cannot repay you, we can only receive. Og ég ber að biðja Drottinn minn að það megi koma eldur innra með okkur sem fer út og segir fólki frá fagnaðaryndur I pray Jesús. that your fire will be kindled in us, that we go out and tell others about your good news. Þegar góðu fréttin er að við höfum fundið veislu og nú er okkar að segja að þau eru fólki hvar veislan er að finna, Jesús. Because good news is that we have been redeemed and we can tell others where they can find you. Og ég bara bið fyrir Callum, Drottinn minn, þegar hann talar orð þitt og þú meiri smyrja varir hans á tungu, Drottinn I minn. pray for Callum as he preaches the word and that you anoint his lips. Og ég bið fyrir Hilmar þegar hann túlkar að þú meiri smyrja varir hans á tungu, And Drottinn I minn. pray for Hilmar that you anoint his lips as he interprets. Og bara við gefum þér allan heiður og alla dýrð. We Í give Jesú, you all the honor and glory. í Jesú nafni. Amen. In Jesus' name, amen.
Good afternoon. Komið þið sæl. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Himneski Faðir, við komum til þín í Jesú nafni. I pray that the word that comes out of our mouths is the word you want to be spoken. Ég bið að orðin sem fara út af munn okkar séu þau orð sem að þú vilt að séu töluð. Touch our lips with your call, Almighty God. Snertu varir okkar með köllun þinni, drottin. Give us the boldness to preach the word as you want it preached. Gefðu okkur hugrekki og djörfunga predika orðið eins og þú vilt að það sé predika. Not to shy away from it. Ekki að við hörfumst undan. Open our hearts and minds to receive the word. Opnaðu hjarta okkar að huga að við meðtökum orð þitt. Speak to us today, Almighty God. Talaðu til okkur í dag, þú mikli Guð. Come fire burn. Komdu með eld þinn. Consume the chaff from our minds and hearts. Brendu allt hiskið burtu úr huga mínum og hjarta. That we would come back to that first love. Að við mættum nálgast þennan fyrri kærleika. That once burned bright and clear. Sem við fundum brenna svo skýrt og bjart. Set us on fire again, Almighty God. Og drottin skaraðu eldin og látt okkur brenna heil á ný. Come, Holy Spirit, come. Kom þú heilagur andi, kom þú. Have your way today. Hafðu þinn hag í dag. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 So people think that sin is sleeping around, lying. Fólk heldur að það að sofa hjá og ljúga og sé synd. Yes? But today I want to look at something a little bit more important. En dag langar mér að líta á eitthvað sem að ég tel að sé mikilvægt. What is the root cause of this continual sinning in our lives? Hver rótar orsökin fyrir synd í lífum okkar? You see, these things are the fruit from the river that's living within us. Því að þessi hlutir eru bara ávöxturinn af því sem að býr innra með okkur. They're not the main problem. Þeir eru ekki aðal vandamálið. Now, I'm not condemning sinning. Ég ekki að fordæma að synga. But these are just showing us that these are the fruits of us being independent from our Creator. Þetta sýnir bara fram á að við erum að setja okkur aðskilin frá skaparanum okkar. We are living independent lives. Við erum að lifa bara á eigin vegum. Apart from God. Fjarri eða frá Guði. Which is a choice for us. Sem að jú val okkar. Because Christ is in me. Því að Kristur í mér. He's in you. Hann í þér. He's in us. Hann í okkur. This is why pride, ego, arrogance is disgusting to God. Þess vegna allt þetta stolt og hroki og þessi upphafning, hún ekki falleg í augum Guðs. You see this going back to Genesis. Við sjáum þetta allt aftur í fyrstu Mósebók. You know, when Adam and Eve and the snake, and they were saying, oh, surely you won't die. Þegar Adam og Eva og snákurinn og allt þetta, vissulega munuð ekki deyja. And the snake says, no, you won't die. Surely God knows you'll be like him. Þið munuð ekki deyja því að þið munuð vissulega vita, Guð veit að þið munuð verða eins og hann. Even if we look at Satan himself. Jafnvel þegar við lítum á Satan sjálfan. He said to God, I don't need you. Og hann sagði við Guð, ég þarf ekkert á þér að halda. I want what you have. Ég vil eignast það sem þú hefur. This is why he was shunned from heaven. Þess vegna var hann kastað út úr himnaríki. As we see in Isaiah 14. Sem eins og Biblían lýsir í Jesaja 14. kapla. You see, we cannot usurp the Creator. Við getum ekki misnotað skaparann. God is God. Guð Guð. We are the created. Við erum sköpuðu verurnar. We are his creation. Við erum sköpun hans. We come under him and be changed. Við komum undir hann og umbreytumst. We don't go over him. Við förum ekki yfir hann. He's God. Hann Guð. Who is man that he's mindful of us? Hver maðurinn að þú minnist hans? But because of his love and his grace. Bara fyrir kærleika hans og náð hans. And his patience and his kindness. Og fyrir langlindi og góðvild hans. He perseveres with us. Að þá svona umber hann okkur og gengur með okkur.
There's no way I know better than the Creator. Það ekki möguleiki á því að ég viti betur heldur en skaparinn sjálfur. We, the Creator, say and think we know better than God. Sköpunin heldur að hún viti betur en Guð. No, we don't need Him. Og að við þurfum ekki á honum að halda. I want to put it another way. Mér langar að segja þetta með öðrum orðum. We only need God for our salvation. Við þurfum bara Guð til hjálpræðis okkar. Oh, we can go one step further. I don't need God at all, some people say. Og við getum farið lengra og sumt fólk segir, ég hef enga þörf fyrir Guð. We don't need to fully surrender to Him. Við þurfum ekkert að gefast undir hann. Oh, we don't actually need to be doers of the word. Við þurfum ekkert að vera gerendur orðsins. We can come here every Sunday and every Wednesday and every home group and everything activity the church is giving us. Við getum komið á alla samkomur og alla atburði sem að kirkjan setur á laggirnar. And we become like a fat cats. Og við verðum bara svona feitir kettir. Full of knowledge. Full af þekkingu. But the Bible doesn't tell me I need to have knowledge of God. En Biblían segir mér ekki að ég þurfi bara að hafa þekkingu á Guði. I need to know Him. Ég þarf að þekka hann. That is eternal life. Það hið eilífa líf. It starts today. Það byrjar í dag. The day you put your faith and trust in Him. Daginn sem þú setur trúðin og tröst á hann. Because you can't put your faith and trust in Him until you know Him. Þú getur ekki sett trú og tröst á hann ekki fyrr en þú þekkir hann. We're not coming merely to hear the word and tick a box. Við erum ekki bara að koma hingað til þess að heyra orðið til þess að geta tikkað í boxið. Oh, I'm perfect. I don't need to be changed. Ég alveg fullkominn, ég þarf enga umbreytingu. Well, I'm yet to meet a perfect man or woman yet. Ég hef ekki ennþá hitt fullkomna mannesku enn. I'm good. I'm fine. Já, jú, það var gott, ég fín. Oh, but this is my tradition. This is our culture. Þetta mínar hefðir og þetta okkar menning. What's that got to do with the word of God? Hvað hefur það að gera með orð Guðs? Nothing. Ekkert. It's got no authority over the word of God. Hefur ekkert yfirvald yfir orðið Guðs. But we're coming back to the same thing. Og við komum aftur á sama brunnunum. We are on the throne of our lives. Að við situm í hásæti lífs okkar. We are living independent of God. Við erum að lifa aðskilin eða bara út frá eigin hyggjuviti. Let's think about this for a minute. Hugsum aðeins þetta. It's like the computer saying to Steve Jobs, you don't know what you're doing. I'll take it from here. Það eins og tölvan myndi segja við Steve Jobs þegar hann var þetta komið nóg hjá þér, nú tek ég yfir. That's what the ultimate sin is. Það eiginlega stærsta syndi. It is us saying, I am independent from being dependent on you, God. Það það að segja, ég þarf ekki á þér að halda Guð. I'll do it my way. Ég get lifað sjálfstætt og gera þetta bara á mína vegu. And we wonder why things are not working out. Og við veltum fyrir okkur af hverju hlutinir ekki að virka. Oh Lord, I've been around this road before. Why? Ég hef verið á þessu vegi áður. Af hverju? Because your way is not His way. Af því að þínir vegir ekki hans vegir. And His way is not our way. Og hans vegir ekki okkar vegir. And if we want to get it right, we have to go His way. Og ef við ætlum að ná þessu rétt, þá þurfum við að fara hans veg. Let's think about this for a second. Hugsum aðeins þetta. In Ephesians 1, it says that before the earth was formed, Í Efesus 1. kafla þá segir hann að áður en heimurum var grundvallaður, I saw you holy and blameless in my Son. þá sá ég þig heilagan og lítalausan í syni mínum Kristi. I knitted you together in your mother's womb. Ég óð þig hnauti saman í móður kviði. I saw your unformed substance. Ég sá þig sem óformað efni. I know every hair on your head, Ég þekki hvert hár á höfði þínu. every thought you're going to have. Sér hverja hugsun sem þú munt hafa. Every day of your life is written down in my book. Sér hver dagur lífsins ritaður í bók mína. Yet we still want to be in control. Samt viljum við vera við stjórnvölinn. Are we cuckoo? Erum við alveg galin? Why? Af hverju?
Why do we not want to render control to God? Af hverju viljum við ekki gefa Guði? Why do we not want to be changed from one degree of glory to the next? Af hverju viljum við ekki taka umbreytingu frá dýr til dýrðar? Why do we tolerate sin in our lives? Af hverju leifum við bara synd í líf okkar? Because we are still God in our lives. Af því að við höldum að við séum Guð í líf okkar. If truth be told, Ef sannleikurinn lagður á borðið, and as the song says, truth is really told, og það er svo sálmaskáldið segir að sannleikurinn fellur í strætónum, when we look in the mirror, að þegar við horfum í speilin, we don't see Christ in me, þá sjáum við ekki Kristur í mér. we see Callum. Þá horfum við bara á Callum. And that's the challenge of our lives. Og það áskorun lífs okkar. We must decrease. Við þurfum að minnka. It doesn't say you should consider it. Það segir ekki að taktu þetta til athugunar. It's a nice thing to do. Þetta gott að gera. I can tell you it's not nice and easy and painless. Ég að segja ykkur, þetta ekkit auðvelt og þetta ekki þjáningalaust. When you're going through the process of being decreased, Þegar þú ert að fara í gegnum prósessin að minnka, because your pride and ego is crying out, no! þegar stoltið og hrokin hrópa bara nei, But he knows it needs to die. en það veit að það þarf að deyja. And we are being called by God to something deeper. Og við erum kölluð dýpra með Guði. And that's why the Bible says you need to pick up your cross daily and Þess follow me. vegna segir ritningin að við þurfum að taka upp kross okkar daglega. It's a daily dying to self. Þetta daglegt atferðli að deyja sjálfum sér. Not once a week on a Sunday. Ekki einu sinni í viku bara á sunnudögum. Oh, the pastor put me on fire. Ó, pastorinn hann alveg, þetta var eldpredikun. I'm ready. Ég tilbúinn. Monday comes, oh, I can't get up. Mánudagurinn kemur og I'm all shook up. Whoa. It's us. We can't rely on being inspired and motivated by anyone else but your personal walk with God. Við getum ekki fengið innblástur neins staðar annars staðar, heldur en með persónleg göngu þinni í orði Guðs. It's you and him. Það þú og hann. He's the all-consuming fire. Hann hinn eyðandi eldur. He's the source of life. Hann uppspretta lífsins. No one else. Engin annar. No one else. The whole essence of Jesus and his relationship with us is that we would be one. Heila málið með Jesús og okkur að við verðum eitt. That we would be dependent. Að við gefum okkur að við þörfnust hans. Just like a child and a parent. Það eins og barn og foreldri. This is why childlike faith is so beautiful. Þess vegna þessi barslega trú svo falleg. We take the word. Við tökum orðið. And the word says ABC. Og orðið segir A, B, C. There's no doubt. Það engin efi. We believe it. Við trúum því. We want to know how to apply it into our lives. Og við viljum vita hvernig við aðlögum þetta á líf okkar. How do I live it out, God? Hvernig lifi ég þetta út, Drottinn? How do I let my light shine for you before others? Hvernig læt ég líf mitt skína fyrir aðra? How do I see things in a different way now, Father? Hvernig horfi ég öðrum augum á hlutina núna? Read my word, son. I will remap your mind. Og hann segir bara, lestu orðið, sonu minn, dóttur mín, og ég mun endurnýja hugafar þitt. Yes, God has done a large portion of everything for us. Og já, Guð hefur gert svo stórkostlega hluti fyrir okkur, But he's not going to bring to remembrance something we haven't read. en hann mun ekki geta myndið á eitthvað sem þú hefur ekki lesið. We need to read the word. Við þurfum að lesa orðið. Then he can bring it to remembrance. Og þá getur hann borið það upp í hugaðin síðan. Even if we've only read it once. Jafnvel þú bara lesa það einu sinni. He can remind us. Hann getur mynd okkur á. He's very good at that. Hann mjög góður í því. You see, the problem is sin comes knocking. Sjá, vandamálið þetta, syndin hún bankar á dyrnar. And it says, Og hún segir, I've got it from here. ég með þetta hérðan og hjartan. I don't need it.
Ég þarf ekki á þessu að halda. I don't need you, God. Ég þarf ekki á þér að halda, Guð. I'll go my way. Ég fer mína leið. I know better. Ég veit betur. And that's why we're in the mess we're in. Og þess vegna erum við í þessum forapitt sem við erum. Because we have individuals running around Því að við erum einstaklingar sem hlaupa who think they know better than the Creator. haldandi að við sem betri en skaparinn sjálf. Who know better than God. Að vera betri en Guð. We don't have the oneness that God so desires us to have. Við höfum ekki þessa einingu sem Guð þráir svo að við höfum. We are not fully surrendered. Við erum ekki undirgefin að heilu. We don't understand that we are one body with many parts. Við skiljum ekki að við séum eitt líkami með marga líkamsparta. And you were chosen to be a part of this body. Og þú varst valinn að vera hluti af þessum líkama. And if you're not fulfilling your part because you're just coming to be a fat cat every Sunday, Og ef að þú ert ekki að uppfylla þinn stað, heldur bara að vera feitur köttur á sunnudögum. I'm very happy for you, Jó, ég samglæst þér, but I'm lacking because you're not doing your part. en mig skortir því að þú ert ekki að gera þinn þá. Because the thing that God has called you to do, I can't do. Því að það sem Guður kallar þig til að gera, það And we get need- ég ekki gert. We need each person to be doing what God has called and gifted them to do in the body. Við þurfum sérhverja mannesku að framkvæma það sem þeir eru kallaði til í líkamanum. I'm very grateful that they asked me to sing worship, Ég er mjög ánægð með lofgjörasveitina and I'm sure you're even more grateful. og ég er viss að þið séu mjög ánægð líka. Because I don't mind making a joyful noise to the Lord. Ég get alveg látið gjalla í mér frammi fyrir drottni, But it's not the part of the body God's called me to fulfill. en það er ekki hluti líkama sem Guður kallar mig til. So my anointing is not in praise and worship, Þannig að smurning mín, hún er ekki í lofgjörðinni, but in preaching the word of God. heldur ég að predika orð Guðs. We study the word. Við nemum orðið. Why? Af hverju? Is it purely for knowledge? Er það bara fyrir þekkingu? That you may puff up, Að þú getur blásið þig upp? sound intelligent in conversations, Hljómað svona vitsmunalegur í samræðum? or to know God? Eða til þess að þekkja Guð? You see, knowledge puffs up. Þekkingin hún blæsu. Love builds up. Kærleikurinn byggir upp. I was reminding that yesterday. Við vorum bara mynd á þetta í biblíulesturum í gær. Love builds up. Kærleikurinn byggir upp. And as we draw closer to Jesus, Og þegar við drögum okkur nær Jésu as we know him more and more, og við lærum að þekkja hann betur og betur and we align with his will and purpose, og við setjum okkur í línu við vilja hans og tilgang the natural overflow is we will love his people more. og það verður yfirflæði hvernig við elskum aðra meira. We will want to see our brothers and sisters rise up with him. Og við viljum sjá bræður og systur rísa upp í honum. So some of the stuff came from a lady called Alex Selly. Sumt af þessu kom frá konu sem að hét Alex Selly. Just in case I get pulled up for Bara plagiarism. Ykkur googla með að sé ekki með ykkur ritstöld. However, Paul puts it in a different way. En Páll, hann setur þetta á mismunandi hátt. But whatever gain I had, I counted as loss En ég met allt sem sorp for the sake of Christ. fyrir sakir Krist. Indeed, I count everything as loss Ég met allt sem sorp because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Hann segir, en það sem var mér ávinningur met ég nú vera tjón sakir Krist. Þetta er Filippíbreið 3:7-8 og meira að segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirbörðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. I just read that. Amen. So whatever gain I had, whatever I think is I need to hold on to, Og það sem að ég hef fengið, ég held að ég þurfi að halda í það.
Whatever I think is valuable and important in my life. Það sem mikil smetið og mikilvægt í lífi mínu. Paul's talking here before this about his Roman citizenship and he was sitting at the feet of the famous apostle, the teacher. Og Páll hérna að tala hann með rómverskan ríkisborgararétt og hafði setið við fætur eitt frægasta rabbi hans, Gamaliel, sem var að kenna honum. That's him, Gamaliel. So, these things, he's saying, are not important. Hann að segja þessir hlutir eru bara ekki mikilvægir. But I need to know Jesus. Ég þarf að þekkja Jesú. Of all the things I need to know and need to hold dear to me, Það sem ég þarf að halda nálægt hjarta mínu, there's nothing more important than me knowing and being one with Jesus Christ, my það Lord and ekkert Savior. mikilvægt heldur en að þekkja og vera einn og samofin Jesú Kristi. Money comes and goes. Peningarnir þeir hafa vangi. Health will go up and down. You'll be sick, you'll be well, you'll be sick, you'll be well. Heilsan fer upp og niður, heilbröður, veikur, flensa og allt þetta. Life will throw you a couple of curveballs. Og lífið, þú fær svona erfiða sendingar úr lífinu. If you're putting your faith and trust in anything other than Jesus Christ, En ef þú ætlar að setja traust á eitthvað annað heldur í Jesú Krist, you're going to be crying when it comes. og þá muntu gráta þegar það ber að dyrum. People, man, work, money, these things will disappoint you. Fólk, peningar, vinna, þetta mun allt valda þér vonbrigðum. But Jesus is constant and consistent. He's the rock. Jesús, hann stöðugur, hann kletturinn. He will never change. Hann breytist aldrei. Gunnar told you you will never be taken from his hand. Og Gunnar sá okkur að það ekkert sem getur hrifsað okkur úr hendi hans. No matter what you go through, no matter what you may suffer, Sama hvað þú ferð í gegnum og sama hvaða þjáningu þú upplifir. in the storms of this life, Í stormum lífsins, he is with you. það er hann með þér. It doesn't mean there's not going to be any storms. Það þýðir ekki að verða einhver stormar. It means he's with you in the storm. Það þýðir að hann með þér í storminu. You're not alone. Þú ert aldrei einn. So let us draw near, Hebrews 10:22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day of drawing near. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hafa hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvindund synd. Og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni, höldum fast við játningu vonar vorar án þess að kvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hvert af öðru og hvetjum hvort annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur ykkar eins og sumraðir síður, heldur uppörfið hvert annan. Og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Let us draw near. Við höfum að koma nær. You won't draw near to someone that you don't know. Þú munt aldrei nálgast eitthvað sem þú þekkir ekki. But you can draw near to him with a true heart in full assurance of faith. Þú mátt ganga fram fyrir Guð í öruggu trúartrausti. He wants us. Hann vill eiga samfund við þig. Think about it. All the money in Iceland, Hugsa ykkur bara allir peningarnir á Íslandi. every krona, Sér hver króna. all the billions and billions and zillions Allar billjónir og siljónir wasn't enough to pay for your life. er ekki nægt til þess að
greiða fyrir þitt líf. But Jesus came and paid the price. En Jesús kom og greiddi gjaldið. His life for yours. Hans líf fyrir þitt líf. Such love you will never find anywhere else. Þú munt hvergi finna slíkan kærleika. Not even from your dog. Ekki einu sem frá hundinu þínum. That is an unconditional love. Þetta algjörlega, þetta kærleikur án skilyrða. He had legions and legions and legions and legions of angels at his disposal. Á krossunum þá hafði Jesús aðgengi af herdeldum ofan á herdeldir engla. One instruction, Ein fyrirskipun. and we'd be having a very different conversation. Og þá verðum við með alltara samræður í gangi hér. But he came. En hann kom. He laid his life down Hann lagði niður líf sitt. to purchase our life, Því að hann vildi kaupa okkur dýru verði. to purchase our freedom. Að kaupa frelsi fyrir okkur. Now, don't mistake freedom for free will. Ekki rugla saman frelsi og frjálsum vilja. Very different things. Mjög ólíkir hlutir. You have free will, Þú hefur frjálsam vilja, but that doesn't lead to freedom. en það leiðir ekki alltaf til frelsis. Jesus warns us, do not use your freedom to fulfill the desires of the flesh. Hann segir, Jesús myndi okkur á og sagði, ekki nota frelsið til færis fyrir holdið. That's your free will. Það frjálsi viljiðin. Yeah, I can do it my way. Ég get gert þetta á minn hátt, But that's not freedom. en það ekki frelsi. True freedom is surrendering all. Frelsi fjallar að gefa allt eftir. Totally contradictory to how the world thinks and sees things. Þetta algjörlega omvendt því sem heimurinn sér hlutina. When you are His and you surrender to Him and His way, Þegar þú hans og gefur þetta hans vilja, He's the provider. þá hann sem sér fyrir öllu. He's the one that sorts out the nonsense. Hann greiður úr öllum flækjum. He's the one that makes a way when there seems to be no way. Það hans sem gerir veg þegar það virðist ekki vera fær vegur. The Jews, the Israelites are standing there. The Egyptians are chasing them. The river's in front of them. Ísraelsmenn stóðu við Rauðahafið með Egyptaherinn í bakið og hafið fyrir framan sig. Moses, what are you waiting for? Strike the river, bud. Og hann sagði bara, Móse, hvert að bíða eftir? Þú ert bara ljósta vatnið með stafnum. Suddenly, there's dry ground in the middle of the river for them to walk and cross. Var þurr jarðvegur til þess að labba yfir And when the Egyptians goes in, the ground is soft, the water comes in and they all drown. Og þegar egyptiski herinn kemur og þá fjall vatnið aftur og þeir drukknuðu. Freedom is not you being in control. Frelsi fjallar ekki að þú sért við stjórnvölinn. It's you being in His body, Frelsi að þú ert líka með hans. being His child, Að þú ert barn hans. being loved by the King of Kings. Að vera elskaður af konungi konunguna. There's an old song, Það gamall söngur. and I want to pray it over you because I can't sing. Ég ætla að biðja þetta yfir ykkur því ég get ekki sungið fyrir fimmur. This is my desire, Þetta þrá mín, to honor you, að heiðra þig, Lord, with all my heart. Drottinn af öllu mínu hjarta. I worship you, Almighty God. Lofa ég þig. All I have within me, Allt sem í mér I give you praise. gef ég þér lof. All that I adore Allt það sem ég dái is in you. í þér. Lord, I give you my heart. Drottinn, ég gef þér hjarta mitt. I give you my soul. Ég gef þér sál mína. I live for you alone. Ég lifi aðeins fyrir þig. Every breath that I take, Sér hvert andadráttur sem ég tek. every moment I'm awake, Sér hvert augnablik sem ég vakandi. Lord, have your way in me. Drottinn, hafðu þinn veg með mig. Amen. Amen.
I'll close with this. Ég ætla að ljúka með þessu. Billy Graham, Billy Graham, he says, the closer you get to Christ, því nær sem þú dregur þig Kristi, the more sinful you're going to feel. þá muntu upplifa þig syndugri. The closer you get to his holiness, Því nær sem þú dregur þig heilaleika hans, the more apparent your sinfulness becomes. því augljósari verður synduga eðlið. Did you realize that? Gerðu þig grein fyrir þessu? Now, that's not that we may feel judgment or condemnation, Það ekki til þess að við upplifum fyrirdæmingu, but that we may love and appreciate what he's done for us. heldur til þess að við mættum elska og umvefja það sem hann hefur gert fyrir okkur. Yet, whilst I was still a sinner, En því ég var enn syndari, he died on the cross for me. þegar við vorum enn í syndum okkar, þá dó hann fyrir okkur. He died on the cross for you. Hann dó á krossunum fyrir þig. Everyone who's ever seen a true reflection of God Sér hver sem hefur séð rétta mynd af Guði, is truly convicted of his own sin. sannarlega sakbitinn af eigin synd. Peter said, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Pétur sagði, farðu frá með drottin, ég er syndugur maður. The fact that you are aware of your sin Það að þú sért meðvitaður eða meðvituð synd þína and feel guilty about it og finnir þið sekan með það, is a sign of spiritual life. það tákn og vísir upp á andlegt líf til staðar. If you sin and don't feel anything, Ef þú syndgar og þú finnur ekkert, then be concerned. þá ættur að hugsa þau. If you don't get a quickening in your heart when you sin, Ef það verður ekki eitthvað sem hreyfir við þér þegar þú syndgar, pray to God to reablaze the fire. byttu þá Guðum að skara fram eldin í hjartanu. This is a good thing. Þetta góður hlutur. Remember, in him we live and move and have our being. Mundu að í honum þá lifum við og hrærumst og eigum alla tilveru okkar. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Efesus 1:3-4 Lofaðu sé Guð og Faðir drottins og Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinaðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið okkur í Kristi til þess að við varum heilagir, lýtalausir fyrir honum í kærleika sínum. The title of my message for today Og þar fæ ég titillinn fyrir predikunin minn í dag. is the essentiality of oneness. Það nauðsyn þess að vera í einingu eða samofin. There was a pastor, a Chinese pastor, went to America. Það var kínverskur pastor sem fór í heimsókn til Bandaríkjanna. He was going to all these big mega churches. Hann fór til allra þessar stóru megakirkna They said to him, so what do you think? og þeir sögðu síðan við hann, hvað finnst þér? He said, I'm amazed what you're doing without the Holy Spirit. Mig undra hvað þið getið gert margt án heilags anda. I want to pray for us today Ég vil biðja fyrir okkur í dag that if you're far from God, að ef þú upplifðir fjarlægan Guði, if you're still sitting on the throne of your life, ef þú situr ennþá á hásæti lífsins, you will surrender all. að þú megir gefast og undir allt. Not just lip service. Ekki bara með vörunum, Oh, yes, Lord. svona já, drottin. No. True conviction in your heart. Heldur sannfæring hjartans. I want you, God. Ég vil þig, drottin. And not just a little bit. Ekki bara lítið. I want the fullness of Christ. Ég vil fullnustu Guðs. Because in the times and days we're coming into, Því að dagarnir og árstíðin sem við erum að fara inn í,
We need Him more than we need ourselves. þá þurfum við meira á honum halda heldur en sjálfum okkur. All our intelligence, Allir okkar vitsmunir, all our street smartness, allt það sem all klókindi sem við höfum lært í lífinu, all our wheeling and dealing, allir okkar svona, já, klókindi í lífinu will come to nothing if we don't have Him. verður að engu ef við þekkjum ekki hann. And He wants to give us more. Og hann vill gefa okkur meira. Will you avail yourself to more of Him? Ef þú gefur þau meira honum, Will you decrease and allow Him to increase? að þú minkir og leifir honum að vaksa. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.